Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. ágúst er 9. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er gjafir andans eða góðir ráðsmenn. Lexían segir frá köllunni Jeremías spámanns og í pistlinu segir Páll að við séum börn ljóssins og okkar hegðun eigi að þóknast Guði. Í Guðspjallinu notar Jesús myndmálið húsbóndi og þjónn við útskýringar sínar og segir að það sé á ábyrgð þjónsins að vita vilja húsbóndans. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Ég valdi að hafa yfirskrift þessara hugleiðingar góðir ráðsmenn. En Guðspjalli fjallar trúa og ótrúa þjóna. Til að fá betra samhengi í texta Guðspjallsins þá bökkum við aðeins tilbaka og skoðum versin á undan. En þar segir að Jesús hafi hvatt lærisveinana til að vera viðbúna og halda trúarljósinu logandi. Hann notar myndmál, húsbónda, ráðsmann og þjón. Líkt og í fleiri dæmisögum Jesú er Guð húsbóndinn, ráðsmaðurinn er yfirmaður, en það flækir málið við útskýringu á textanum að sá sem er ráðsmaður er líka þjónn. Hann er þjónn húsbóndans, það er Guðs, og síðan hefur ráðsmaðurinn þjóna. Ábyrgð þessara þjóna gagnvart Guði, það er að segja ráðsmanna og annarra þjóna, er ekki hið sama. Þó hver einasti þjónn beri ábyrgð á sjálfum sér og eigi að halda vöku sinni uns húsbóndinn kemur aftur og þjónusta þjónsins skuli vera eftir fyrirmælum og í anda húsbóndans, Guðs, þá ber ráðsmaðurinn að auki ábyrgð á fræðslu. Og eins og kemur fram á eftir, þá var Pétur ekki viss hvort þjónarnir sem Jesús var að tala séu ráðsmenn eða venjulegir þjónar. Myndmálið fyrir þjónustuna við húsbóndan er auðvelt að misskilja, bæði vegna mismikillar ábyrgðar þjónana og einnig vegna þess að okkur er svo gjarnt að finnast við þurfa að vinna fyrir öllu. Þjónusta hins almenna þjóns, það er að segja hins almenna safnaðarmeðlims við Guð, þjónusta hans við Guð er ekki verk. Hún er okkar andlega samband við hann. Bænir okkar, almenn samtöl við aðra Guð og persónuleg samtöl okkar við Guð, trúartraustið, íhugun á textum Biblíunnar, sálmar og lofsöngvar eru atriði sem halda okkur vakandi. Við verðum trú Guði og eigum sterkara samband við hann. En fæstir líta á það sem vinnu, þó vissulega taki það tíma að sinna trúarlífinu. Eins og predikarinn skrifaði, öllu er afmörkuð stund, hver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Já, allt tekur tíma, jafnvel að gera ekki neitt tekur tíma. En tími er einmitt það sem margir setja fyrir sig. Þeir telja sig ekki hafa tíma fyrir Guð. Bara ef fólk vissi að það nægði að eiga Guð í hjartanu, tala við hann í huganum, leyfa honum að leiða sig, halda sambandinu við hann og játa trúna á hann. Það sæju menn að það er ekki flókið að fylgja Guði. Margir sem Jesús mætti á vegi sínum læknuðust. Fólk sem hafði aðeins heyrt af honum. Fólk sem hvorki þekkti ritningarnar né lifði eftir lögmálinu, en læknaðist því það vildi trúa á hann. Það opnaði hjartað fyrir honum og Jesús sagði við þau, trú þín hefur bjargað þér. Guð biður einlæga trú. Háskólagráða í guðfræði er ekki krafa, en það þarf að halda trúarloganum lifandi. Jesús varaði menn við því í dæmisögum sínum að enginn vissi hvenær húsbóndinn kæmi aftur.
Því væri mikilvægt að halda sambandinu við Guð, vera alltaf viðbúinn og tilbúinn. Hann sagði: sælir eru þeir sem húsbóndinn finnur vakandi, því húsbóndinn muni láta þá setjast að borði drottins og hann muni þjóna þeim. Pétur skildi ekki hvort að Jesús væri einungis að tala þjónustu lærisveinanna eða allra manna og því spurði hann: Drottinn, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Og svar Jesú í Guðspjalli dagsins. Og Guðspjallið úr Lúkasi 12. kafla og hljóðar svo: Drottinn mælti: hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndinn setur yfir hjú sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma. Sæll sá þjónn húsbóndinn finnur breyta svo hann kemur. Ég segi ykkur með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar, en ef sá þjónn segir í hjarta sínu: það dregst að húsbóndi minn komi, og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi hann væntir ekki. Á þeirri stundu hann veit ekki. Höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hirðir ekki að hlýða honum mun barinn mörg högg. En hinn sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar, mun barinn fá högg. Hver sem mikið gefið verður mikils krafinn, og af þeim verður meira heimtað sem meira léð. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Svar Jesú við spurningu Péturs að þetta boðskapur til allra, en áherslan á ráðsmenn eða leiðtoga safnaða. Sá leiðtogi sem trúr og hygginn sá sem flytur söfnuðinum andlega uppbyggingu, gefur fæðu á réttum tíma, svo söfnuðurinn sé vakandi þegar að húsbóndinn kemur aftur. Í fyrra Pétursbréfi tilmæli til öldunga eða ráðsmanna safnaða, en þar segir: verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gætið hennar, ekki nauðugir heldur af fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróðafíkn heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnuðinum heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar hinn æðsti hirðir birtist, munu þið öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Já, sælir eru þeir þjónar sem vaka þegar drottinn kemur. Öllum kristnum mönnum líkt við þjóna og hver þjónn ber ábyrgð á andlegu sambandi sínu við Guð. Líkt og annars staðar í textum Nýja testamentisins, þá ekkert kannski í boði. En hér áhugaverð útlistun á þjónum Guðs, því að þeir geta bæði verið trúir og ótrúir. Það segir okkur að þessir umræddu þjónar án efa ráðsmenn. Trúr þjónn lifandi fyrirmynd og leiðir aðra til Guðs, en hinn ótrúi þjónn gæti til dæmis verið ádeila á farisæana í samtíma Jesú. Þeir töldu sig vera menn Guðs, en þeir tóku ekki á móti Jesú og vegna eigin vantrúar fældu þeir aðra frá því að trúa á hann og rændu menn þannig tækifæri til frelsunar. Jesús lýsir því þannig að þeir þjónar eða ráðsmenn berji þjóna sína, eti, drekki og verði ölvaðir. Sem sagt, þeir álíta sjálfa sig vera hólpna, lifa samkvæmt því og kærulausir sáluhjálp annara. Í postulasögunni varar Páll við ótrúum ráðsmönnum. Hann segir þá flytja rangsnúnar kenningar.
Og síðan það þeir sem að gefa ekki skammtinn á réttum tíma eins og Jesús orðaði það. Þeir seðja ekki hungur safnaðarins. Sennilega fengu ráðsmenn á tímum Jesú köllun. Jesús valdi sínar lærisveina sjálfur og Guð valdi sína spámenn. Gæði þjónustu þeirra fólst í því að vita vilja Guðs og framkvæma í samræmi við það. Það felst mikil ábyrgð í að boða orð Guðs hreint og ómengað til allra sem eyru hafa og vilja heyra, eins og Jesús orðaði það. Nokkrar frásagnir eru af vali spámanna og við lestur þessara frásagna verður manni ljóst að þeir höfðu ekkert val. Þeir komist ekki undan því að svara kallinu. Í fljótu bragði man ég aðeins eftir að Samúel hafi svarað kallinu án þess að mögla og Jónas reyndi til dæmis að flýja og lenti í hvalnum. Lexían í dag segir frá köllun Jeremía en Guð valdi hann og helgaði strax hann var í móðurlífi. Jeremía reyndi að þráast við. Hann átti að fæða þjóðina með réttum boðskap og fá fólki til að snúa sér til Guðs. Guð sagði þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvaðeina sem ég fer þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég með þér til að bjarga þér. Hlutverk spámannsins var því ekki ólíkt hlutverki hins hygna og trúa ráðsmanns sem Jesús nefndi í Guðspjallinu. Hann átti að vera sá sem að nærði sálinnar á boðskap og fyrirheitum Guðs á réttum tíma, þar að segja hann átti að rétta stefnuna þegar söfnuðurinn var kominn á ranga leið. En það var ekki vinsælt að ganga á móti straumnum og flytja boðskap sem fólk vildi ekki heyra. Trúin persónuleg ákvörðun og í pistlinu skrifa Páll að við eigum að hegða okkur í samræmi við trú okkar. Við erum börn ljóssins, börn ljós heimsins og ávöxtur ljóssins góðvild, réttlæti og sannleikur. Ekkert gott hlýst af því sem þolir ekki birtu sannleikans. Og pistillinn endar á því að Páll skrifar: vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Já, þemað í dag góðir ráðsmenn og hlutverk þeirra að halda söfnuðinum vakandi, sjá honum fyrir andlegri næringu, byggja upp trúartraustið, efla samkenndina og leiða hjörðina. Ábyrgð ráðsmanns því mikil. Ráðsmaður á að vita vilja Guðs og framkvæma í anda hans, því að hann sjálfur þjónn og leið fyrirmynd safnaðarins. En í Guðspjallinu kom fram að það á okkar ábyrgð að afla okkur þekkingar, vita hvað frelsar okkur og hvað færir sálarró og frið í hjarta, því óvissa elur á ótta. Við erum einnig þjónar og fyrirmyndir og við eigum að vera ljós í myrkri, lifa samkvæmt boðskapnum, framfylgja málum af réttvísi og afhjúpa myrkraverk. Við erum börn ljóssins og við eigum að draga aðra með okkur til ljóssins, því Guð vill ekki að neinn glatist. Verum því trúir þjónar drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.